Komið þið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að líta á eina módelskák í Grand Prix árásinni. Þessi skák frá árinu 2000 og hér eigast við Mohamed Al-Motiaki frá Katar og Nick Foulkes frá Bermuda. Skákin hófst á byrjunleikjunum E4, C5 og riddari C3 og þá kom D6 hjá svartum og F4, riddari C6 og riddari F3, G6 og biskup C4. Þetta eru hefðbundnir byrjunarleikir í Grand Prix árásinni. Nú kom biskup G7 og stutt hrókun og riddari F6. Annar möguleiki fyrir svartan er að hafa hann að riddara á E7 eftir að hann leikur E6 og svo riddari G til E7. En hér ákveður svartan að hafa riddaran á F6. Nú kom D3 hjá hvítum, stutt hrókun og drottning E1. Þetta er svona hefðbundin leikur í þessu afbrigði. Drottningin getur verið á leiðinni yfir á H4 þar sem hún tekur þátt í kóngsókninni og planið á hvítum er ofta að leika F5, drottning H4 og svo biskup H6 og hefja mikla kóngsókn. Þetta getur orðið mjög hættulegt fyrir svartan. Svartur leikur núna E6 sem stingur aðeins upp í biskupin á C4 og planið getur verið að leika D5 hjá svartum seinna meir. Nú leik Motiaki svona fyrirbyggjandi leik, hann leik biskup B3 þannig að biskupinu verður ekki hótað með D5 og þá leik svartur riddari D4 og þetta drap hvítur og bakkaði með riddarinn sinni á E2. Hóta peðin á D4 og svartur verður að gera eitthvað í því að valda það. Ef að svartur leikur leikinn svo E5 þá sjáum við að það opnast aftur fyrir hann sterka biskup á B3 og hvítur getur til dæmis valið að drepa peðið og leika svo biskup G5 eða jafnvel að leika peðinu áfram. Ýmsir góðir möguleika fyrir hvítan í þessari stöðu. Þannig að svartur ákvað að valda peðið sitt með að leika riddari D7, opna fyrir biskupnum á G7 og valda líka H4-reitin, þannig að hvítur fer ekki með drottninguna þangað. Nú leik hvítur sniðugum leik, hann leik drottning F2 sem hóta peðinu á D4 aftur og nú á svartur bara tvær leiðir til þess að valda peðið. Hann getur annarkvort leikið E5 sem er ekkert sérstakur leikur eins og vorum að skoða hann, opna fyrir biskupnum á B3 og hvítur getur núna annarkvort drepið að leikið F5 og auki pressurna á F7-peðið. Þannig að svartur valdaði peðið sitt með drottning B6 en þá er svarta drottningin svolítið úr leik, tekur ekki mikið þátt í vörðinu á kóngsvagnum. Eins og ég var að segja að hún valdaði H4-reitin áðan en nú kemst hvítur drottningin yfir á H4 ef hún vill. Þannig að nú ákvað hvítur að brjótast áfram og leik F5, opna fyrir biskupnum á C1. Svartur leik D5, hann hefur sennilega verið svolítið ráðþrota í þessari stöðu hvað hann ætti að gera við hvítu sókninni. Ákveður að leika þessum leik. Hugmyndin er ef að hvítur drepur peð á D5 þá getur svartur kannski drepið með E-peði á F5 og tryggt kongstöðuna sína. En hvítur leik drottning H4, hann er tilbúinn að leika biskup H6, hann á uppskiptum á þessum sterka varnarmanni á svartum. Svartur leik núna biskup F6 til þess að reyna að hrekja drottningunni í burtu og þá kom bara biskup G5. Hvítur vill uppskipti á biskupunum. Svartur bakkaði með drottningunni sinni á D8 og nú lendir svartur í miklum vandræðum. Hann hefur sennilega ekki séð framhaldið sem hvítur á í þessari stöðu. Hvítur drap núna á G6 með peði og hóta máti á H7 en opnar leið fyrir hrókinn sinn á F1. Svartur verður að drepa tilbaka á G6 út af máthótuninni hérna á H7. Hann drap með F-peði, ef hann dreipur með H-peði þá fellur biskupinn á F6 óbættur. Þannig að F dreipur G6 og þá lék Al-Motiaki hrókur dreipur F6. Og hugmyndin hjá honum er að ef að svartur dreipur til dæmis með riddara þá getur komið hérna E5 og riddarinn er leppur og fellur í framhaldinu. Þannig að hann ákvað að dreipa með hrók en þá kom enga síður E5 sem hótar hróknum og ef að svartur dreipur þetta með riddara þá kemur biskup dreipur F6 sem að hóta drottningunni og riddaranum og allt hrynur hjá svartum. Þannig mann undir og hvítur í bullandi mátsókn. Þannig að eftir E5 þá gafst svartur upp. Takk fyrir þetta.